Þá býð ég ykkur velkomin á 595. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar haldinn í fundasal Breiðavík 20, fimmtudaginn 11. september 2025 klukkan 5. Og fundinn sitja Sandra Sigurðardóttir, Halldór Benjamin Hreinsson, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, Ingeborg Zoega Björnsdóttir, Pétur G. Markan og Íris Bjarnadóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Einhver athugasemdir fundabóð? Þá hefum við bara leikað og þá dembum við okkur í fyrsta liðadagskrá. Það eru fundargerð bæjarráðs frá 14. september og þar eru liðir afgreiddir sérstaklega 6 og 7. Og þar er liður 6 kauptilboð í Hrauntungu 3B, hann er afgreiddur sérstaklega. Og ég ætla að leggja til að bæjarráðs samþykki að leggja fram fyrirliggjandi kauptilboð í Hrauntungu 3B og felur bæjarstjóra að undirrita kauptilboð og leggja það fram. Var það ljóst? Þá legg ég þennan lið undir fundinn til samþykktar og henni samþykkt og samþykkt. Það var það liður 7, leigusamningur tjaldsvæði afgreiddur sérstaklega og þar legg ég til að bæjarstjórn samþykki leigusamninginn til 1 árs við Please EHF tjaldsvæði Reykjavík 20 og orðið laust þennan lið. Eyþór, gjörðu svo vel. Það er bara örstuð spurning. Það er svolítið stuttur, bara 1 ár. Það er ekki eðlilega að hafa það lengri. Þakka fyrir þetta Eyþór. Það er verið að leggja upp að við séum að framlengja honum 1 ár í senn í samráði við þann aðila sem þarna er með leigusamning. Pétur, viltu svara sig eitthvað sérstaklega? Já, forseti, fulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Það er eðlilegt að þessi spurt að þessu því það hlýtur að vera einhver saga á bakvið sem er bara gott að fara í gegnum. Við erum með rekstraraðila núna á tjaldsvæðinu sem er góður rómur gerður af og er búin að vera þar held ég í 10 ár ef ég man rétt, svona nokkurn veginn. Þetta tjaldsvæði er kannski svona orðin svona hálfgerður augasteinn þeirra sem að stunda tjaldsvæðin svolítið reglulega, eru með hjólhýsi, tjaldvagna og annað, þannig að við höfum ákveðna sérstöðu í þessu tjaldsvæði. En það er líka þannig að eins og við þekkjum að þá erum við núna að breyta skipulagi í Fagrahvamminum og það er komin ansi langt á veg, þannig að við sjáum fram á það þá eftir að brjótast fram þarna land og byggð núna á næstu árum og þá held ég að sé eðlilegt að fara að skoða náttúrulega tjaldsvæðið í kjölfarið. En það er ekki alveg komið tími á það og eins og þið sjáum bara núna í nýja aðalskipulagi sem er núna til afgreiðslu seinna á fundunum og þá er landnýtingin þar óbreytt. En þetta er það sem við erum að horfa á akkurat núna, þannig að í samkomulagi við þennan rekstraraðila og þá er það bara samkomulag það að í raun og veru að endurnýja samninginn alltaf 1 ár núna þangað til að línur fara að skýrast í skipulagi. Þannig að þetta er svona sagan bak við þetta, þannig að þetta er í raun og veru samkomulag milli beggja aðila þennan háttinn á og svo sjáum við bara svolítið hvernig skipulaginu reiðir af á svæðinu yfir höfuð. Takk fyrir þetta, Pétur. Þá legg ég þennan lið til samþykktar. Ég hef merkið sem samþykkja og það er samþykkt samhliða. Þá er fundargerðin að öðru leyti. Við opnum til umræðu, gjörðu svo vel Eyþór. Já, forseti. Nú skal aðeins að spyrja lið 5. Bréf frá Reykjadalsfélaginu SLF frá 20. ágúst. Og þarna eru svona einhverjar vangaveltur að endurskoða samning bílastæði. Þessi samningur svolítið hjartólginn. Við lögðum mikla áherslu á að sveitarfélagið fengi tekjur á þessum bílastæðum og við lögðum náttúrulega kostnað þarna stoppkostnað við þessi bílastæði. Þannig að ég vil bara leggja það inn í þessa umræðu að sjálfsagt að endurskoða og skoða þetta og mögulega er einhvern tímapunkti rétt að fela þeim að þessum aðilum að reka stæðin, ég veit það ekki, en þá er það að passa að við fengjum tekjur á móti sem að því nemur. Ég slæði nú bara fram með einhverjum tölum, sko.
leikandi getur bæjarfélagi verið að fá út úr 40 milljónir á ári, jafnvel meira, ef að vel staðið að innheimta. Kærar þakkir fyrir það, Eyþór. Já, það rétt. Það bara verið að fela bæjarstjóra að fara og halda viðræðum áfram. Við sannarlega erum að halda áfram að taka tekjur inn til sveitarfélagsins, en það verið að horfa á svolítið bara heildarsamninginn og í rauninni bara fjármögnun á þeim skuldbindingum sem við erum búin að taka að okkur með sem dæmi að gera bílastæði og slíkt. Þannig að ég held að vera fínt að kannski fara aðeins yfir þetta ítarlegra. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Þetta erindi frá Reykjadalsfélaginu núna sem hafa tekið fyrir í bæjarráðinu er raun og veru hluti af upphafssamkomulaginu sem núna giska tæplega 2 ára, ef ég man rétt. Þar gert ráð fyrir að viðræðum bílastæðin skuli haldi áfram. Og þar eru meira að segja tímamörk sem var ákveðið að hafa til hliðsjónar í þessu. Það sem staðan fjallar akkurat núna, svo ég bara segi ykkur það, að uppbyggingun upp í Árhólum gengur bara mjög vel framar vonum og menn að horfa til þess að svona fyrsti fasinn sem baðlónið að það verði tekið í gagni núna svona á fyrsta þriðjungi ársins 2026. Okkar ábyrgð í þessum samningum að framkvæma nýtt bílastæði sem verður bílastæði sem þjónusta baðlónsgesti. Það var náttúrulega væntanlega sú ákvörðun tekin á sínum tíma vegna þess að það var ekki búið að finna út úr endanlegu rekstrarform á bílastæðunum og við erum einfaldlega bara að tryggja það að okkar hluti sé óskertur, þannig að við tókum það verkefni að okkur að framkvæma þetta bílastæði. Umræðan núna einfaldlega sú að Reykjadalsfélagið vill taka þessa framkvæmd á sig og framkvæma bílastæði, þannig að það verið að ræða núna bara einfaldan viðauka á upphafssamkomulagi þar sem þeim heimilt til þess að gera það, en að öðru leyti eru skuldbindingar sveitarfélagsins engar. En ég held að það sé mjög eðlilegt hins vegar að halda áfram viðræðum og reyna að klára þær svolítið áður en að ég helst myndi ég vilja bara gera það fyrir áslokan. Við sjáum hvað tíminn gefur okkur í þeim efnum. Það sem vakir held ég fyrir og þar fara hugur okkar algjörlega saman. Ég held að okkar útgangspunktur sé einfaldlega að verja hlut bæjarins og tryggja að hann verði meiri en minni. Þetta bara svona nokkurn veginn held ég að það sé bara okkar markmið okkar allra. Það sem þarna upp frá hins vegar sem gott að taka samtal og reyna að finna út úr að við erum náttúrulega með þjónustusamning við Reykjadalsfélagið þjónustu á salernum og öðru og hann bara nokkur ríflegur, svo ég segi ykkur það og við erum að borga einhvers staðar í kringum 20 milljónir á ári í þann samning og svo erum við náttúrulega að viðhalda gönguleiðum upp að Heitulindunum sem dæmi og það alltaf að verða meira og meira gestkvæmt frá sem gott. Þannig að þetta mjög mikilvægt að við höldum þessum innviðum klárum og raunum við styrkjum þá frekar heldur en hitt. En það sem máli snýrað núna framkvæmd nýja bílastæðisins og síðan í raun og veru að finna í kjölfarið hvort það sé einhver flötur á einhverju öðru samkomulagi en við erum bundin af í dag, en sá flötur verður aldrei fundinn nema að hagur bæjarins tryggður. Svona held ég að þetta sé nokkurn veginn í meginatriðum, þannig að næstu skref þetta bílastæði, bara þannig að það sé upprisið þegar að nýja baðlónið opnar og svo sjáum við til hvað gerist. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi vinna og þetta samtal fari náttúrulega fram að einhverju leyti í nefndunum og sé upplýst í nefndunum, þannig að okkar nefndir séu náttúrulega bara samferða í þessu máli allan tíman, því það náttúrulega best á faglega vinna. Þannig að ég vona að þetta hafi varpað ljós á málið. Takk svo fyrir. Forseti, langar aðeins að fjalla um 10. lið í Bæjarás
sem minnisblað Lánasjóðs sveitarfélaga til að kaupa félagslegu húsnæði. Þar satt fulltrúi félagslans hjá og var með bókun að ekki lægi fyrir þarfagreining hvort þörf væri á kaupum á þessu félagslegu húsnæði. En hún raun og veru liggur algjörlega klár fyrir og meira þess að samþykkti þessi sami fulltrúi þessa þarfagreiningu í raun og veru í janúar síðastliðnum sem húsnæðisáætlun bæjarins. Það sem kemur fram að það séu 20 aðilar á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Hveragerði. Þannig að ég myndi segja að þörfin sé gífurleg. Og ég þarf ekki að fara með ræðina enn einu sinni hversu Hveragerðisbær hefur staðið sig illa þessum málum hingað til, en við erum bara að reyna að rétta úr því. Ef engin fleiri kveðja þá legg ég fundargerðina að leita til staðfestingar, sem að staðfesta fundargerðina, og það staðfest. Þá fyrir við liði númer 2, fundargerð aðalfundar fasteignafélags Hveragerðis e.h.f. frá 27. ágúst 2025 og fyrir afgreiðu sérstaklega lið 5. Og þar lagt til í lið 5 að greiðslur til stjórnar verði afgreiddar sérstaklega og að bæjarstjórn samþykki að vísa greiðslum til stjórnar fasteignafélagsins til fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2026 og árið laust. Og enginn við þessu hljóðst, þá bara legg ég þennan lið til samþykktar. Ég hafa merkið sem að samþykkja og það samþykkt. Það að fundargerðina að öðru leyti. Og það enginn sem biður orðið og þá legg ég fundargerðina að öðru leyti til staðfestingar fundin og hún staðfest. Og þá vindum við okkur beint til lið númer 3, fundargerð menningarathugunar og markaðsnefndar frá 3. september. Og þar ætlum við að afgreiða sérstaklega lið 1, 6 og 7. Þar undir lið 1 bæjarstjórn samþykkir fundadagatali menningarathugunar og markaðsnefndar 2025-2026 árið laust. Og ekki hvað þessu hljóðst, þá legg ég þennan lið til samþykktar, gefa merkið sem samþykkja. Og það samþykkt. Og þá það liður 6 tónlistarhátíð Hverafugl. Hann afgreiddur sérstaklega og þá lagt til að bæjarstjórn samþykkja að vísa beiðni til styrkveitingu til fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2026 árið laust. Veit ekki hvað var undan, Dagný? Svo. Forseti, takk fyrir. Mér langaði bara að fagna þessu framtaki sem komið þarna á borð fyrir nefndina og svo í framhaldinu hér í sveitarstjórn eða bæjarstjórn. Það alltaf ánægjulegt að sjá hvað við erum með öflugt fólk í bæ sem tilbúið til þess að leggja sitt í búskaparinn til þess að skapa hérna þetta blómlega og listríka samfélag sem við eigum. Þannig að ég held að þetta yrði bara ótrúlega skemmtilegt í þeirri mynd sem að þetta lagt hérna á borð fyrir okkur og ég held að við ætlum að leggja ykkur fram við að ýta undir þetta framtak og styðja við það eins og hægt er. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, þannig að ég tek undir einstaklingsframtakið alltaf mjög gott og bæjarskar svölnjörur. Forseti, ég ætla að höggva í sama knérun og Dagný og fagna þessu erindi og þessari hugmynd og hversu erindi kemur svona vel út hugsað inn til bæjarins sem líka mjög ánægjulegt og fellur alveg inn í held ég það sem að okkur hvergerringum, svo ég alhæfi nú fyrir alla hvergerringa, svona finnst að svona menningin eigi að blómstra hér í Hveragerði. Það eru listamennirnir og sú arfleifð sem við byggjum á. Þannig að bara frábært, þetta verður á afmælisári Hveragerðisbæjar sem ekstra og gott og ánægjulegt. Takk. Takk fyrir þetta, Njörður. Já, fyrstu. Forseti, ég ætla að detta hérna með þeim í jákvæðni vagninn af því að þetta náttúrulega eitt af því sem að við náttúrulega sérstakt Hveragerðisbær. Það þessi mikli menningararfleifð og það bætist bara í hana, í söguna og það alltaf fleira og fleira fólk sem að á þessari línu og það svo frábært og mér þykir alveg ótrúlega vænt sundlaugina Laugardalsskarð eins og fram hefur komið á nokkrum fundum hér áður og hér nefna þau að það sé ákjósanlegu staður og mér langar svona með leyfi forseta að fá aðeins að nefna viðburð sem var í sundlauginni Laugardalsskarð daginn. Það var sérstakt samstarfsverkefni Sinfóníuhljómsveitar Íslands og sundlaugarinnar í Laugardalsskarði eða Hveragerðisbæjar. En Sinfó í sundi var með tónleika sem heitir Klassíkin okkar og alltaf útvarpaður og sjónvarpaðir. Og á þessu afmælisári voru sveitarfélög hvött til að taka þátt í verkefninu og sjónvarpa
tónleikunum eða útvarpa og það voru yfir 30 sundlaugar allt land sem að tóku þátt í þessu. 2 á Suðurlandi og ég er náttúrulega sérstaklega ánægð með sem stjórnarmaður í stjórn Sinfóníunnar að var ég glöð að sjá að Hvergisbær tók þátt í þessu verkefni. Það alveg, við eigum svo góða gesti í sundlauginni, bæði heimamenn og aðra fyrir utan, þannig að ég held að við ættum að halda áfram að nýta sundlaugin okkar í þessi góðu verkefni sem hafa verið, það eru ljóð í sundlauginni og alls konar, því að þetta líka bara af því að við erum að fara að tala heilsuna hérna á eftir líka, það hægt að blanda þessu svo vel saman, menningunni og heilsunni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og það svona ég hjó eftir í dagskránni sem að þarna liggur fyrir með erindinu að það Siggi í sundi og strokkkvartettinn Siggi í sundi og svo ég velti fyrir mig hvort þetta sé vísun í hann Sigga okkar sem að sá sundlaugina lengi vel. Þannig að þetta mjög skemmtilegt hvernig það Þannig að ég bara tek undir með okkur að þetta mjög skemmtilegt og vel unnið erindi sem kemur inn á metnaðarfullt líka. Þannig að ég ætla bara að leggja þennan lið undir fundinn til samþykktar og gefa merkis sem að samþykkja þetta og það samþykkt samhljóða. Og þá það liður 7 byggðamerki Hveragerðisbæjar og þá leggjum við til að bæjarstjórn samþykki tillögu að uppfærðu byggðamerki Hveragerðisbæjar og felur bæjarstjóra að undirbúa kynningu á merkinu og fylgja eftir innleiðingu þess. Og orðið laust. Njörður, gjörðu svo vel. Já, þetta bara gott mál að hér sé verið að uppfæra byggðamerki, það ekki verið að gera nýtt byggðamerki, heldur aðeins að uppfæra, skerpa á litum og línum og annað slíkt og þannig að uppfylli þær þá reglugerð sem að fyrir liggur gerð byggðamerkja hjá Hugverkastofu. Og ég held að ef ég man rétt að þá upphaf þessa máls að það að setja skilti við bæjarmörkinum að þessum að gestir og íbúar eru velkomnir. Þetta íbúar alltaf velkomnir í Hveragerði en þá þurfti að skerpa á byggðamerkinu og þetta var svona upphafið þess og mér sýnist þetta bara að vera virkilega vel unnið og talandi hverafugla sem var málið hér á undan, þá hverafugla þetta í merkinu okkar sem inn í gufubólstri eða smára sem að vísar í garðyrkjuna líka. Þannig að ég er bara besta mál. Takk. Já, þetta Njörður. Þá leggjum þennan lið undir til samþykktar, sem að samþykki og það samþykkt samhljóða. Þá var fundargerðin að öðru leyti, orðið laust. Engin gleðs og ljós, þá leggjum fundargerðina til staðfestingar eða merki sem staðfesta og það staðfest. Þá var liður 4 fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 5. september og þar eru liðir afgreiddar sérstaklega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12. Og þá byrjum við á lið 1 og það er fundadagatali skipulags- og umhverfisnefndar fyrir veturinn, komandi vetur 2025 til 2026 og við leggjum til að bæjarstjórn samþykki fundadagatali skipulags- og umhverfisnefndar. Orðið laust. Sveinjörður. Forseti, ég vil bara koma svona almennt upp hér varðandi þetta skipulag sem við erum að taka, er raun og veru tekið fyrir í hverri nefnd fundardagatal vetrarins og svo líka þetta hjá bæjarstjórn. Þetta er svona fyrirkomulag sem við tókum upp fyrir nokkuð síðan og er algjörlega til fyrirmyndar og bara koma því á framfæri að skipuleggja þetta starf á þennan hátt og þetta liggi fyrir upphafi vetrar. Þá legg ég þennan lið til samþykktar, merki sem að samþykki. Það er samþykkt. Þá liður 2 umsóknir nýtt deiliskipulag í landi Farakams og Reykjamarkar. Samhliða breytingu á aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2017 til 2029 og hann er afgreiddur sérstaklega. Og þar legg til að bæjarstjórn samþykkir að innkomnar ábendingar verði teknar til greina í áframhaldandi skipulagsbreytingum. Og orðið laust. Einhver sem ljós og þá verður þennan liður til samþykktar, merki sem samþykkir og hann er samþykktur. Og þá var liður 3 deiliskipulagi miðbæjar og deiliskipulagsbreyting vegna tilfærslu íþróttahúss.
Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagsbreytingu miðbæjarsvæðis vegna íþróttahúss í auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og vel leyst. Eyþór, gjörðu svo vel. Forseti. Mig langaði bara að spyrja, sko, þetta eru mörg sammála að þetta ágætislaust sem að fórum í þarna og ekkert í því. Mig langaði bara að spyrja skátaheimilið eða sem gamla pósthúsið eins og ég kallaði það stundum og Njörður örugglega líka með mér. Að hvort það sé búið að tala við þau, eigendur þar og hvort að það sé allt í góðu. Takk fyrir þetta. Eyþór, eins og kemur fram í auglýsingunni á aðalskipulaginu að þar er aðeins breyting og það er reitur IB6 þar sem gert ráð fyrir skátunum á undir hamrinum. Þannig að samtalið hefur átt sér stað og Pétur hefur útskýrt eitthvað nánar en það samtal hefur átt sér stað og það er verið að leggja til þann reit undir hamrinum. Mjög gott. Já, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, kannski bara spurningi var eiginlega hvort það hefur talað við eigendur hússins. Jú, kannski samkomulag við skátana eitthvað svæðið en það eru aðrir eigendur og það líka. Takk fyrir þetta, Eyþór. Já, Pétur, gjörðu svo vel. Það svara þessu. Já, forseti bæjarfulltrúa. Tilheyrendur, já, það var eina af það fyrsta sem við ákváðum að gera eftir að við sáum fram á það þyrfti að breyta aðeins á hönnun hússins og það var að boða húseigendafélagi hérna við Breiðumörkina á okkar fund og sá fundur fór fram í síðustu viku þar sem við fórum í gegnum þessar breytingar og sýndum í raun og veru myndir sem voru uppteknar fyrir okkur. Það sem var hægt að bara sjá mjög glögga mynd hvaða áhrif þetta hefur á húsið. Þó þetta sé í raun og veru fáeinir, ekki sem fáeinir metrar, við erum að tala tilfærslu á húsinu sem er svona giska 1,8 metrar. Þá náttúrulega er þetta komið mjög nálægt, það er bara þannig sem þetta var í raun og veru fyrir. Þetta er þá þriðji fundurinn sem við eigum formlega með húseigendafélaginu. Og það sem var til umræða á fundinum var í raun og veru tvennt. Annars vegar það að ræða bara beint við skátana mögulega lausnir og framtíðar í athafnasvæði þeirra og þá erum við að horfa á þennan reit sem að forseti nefndi rétt áðan sem við köllum IB6 í aðalskipulaginu er í raun og veru endanum í Dynskógunum, undir hamrinum. Og þetta gæti mögulega verið framtíðar svæði fyrir skátana. Og við komum aðeins inn á það núna í umræðinu nýtt aðalskipulag að sá reitur yrði í raun og veru helgaður skátunum. Þannig að það er ekki þannig að það yrði þá bara eitthvað annað íþrótta- og tómstundastarf sem myndi fara þar inn ef þá væri þetta bara reitur sem væri helgaður skátastarfi. Hinir aðilarnir sem að eiga Breiðumörkina, og við erum reyna að muna númerið á þeim, mér langar að segja 22 en þetta allar þessar tölustundum er að skorast til í hausnum á mér, en þið vitið hvaða hús ég er að tala hérna bara við hliðina á ráðhúsinu. Þessi fundur bara fór vel fram og þessi fundir hafa farið mjög vel fram og ég held að það verði í raun og veru ekki erfitt að finna í raun og veru lausn á þessu með húseigendafélaginu af því við höfum vandað vel til verka en það er alveg ljóst að okkur býður samt það verkefni eins og svo mörg önnur. En ég held við séum að afskaplega góðum stað í því samtali að við höfum vandað þetta samtal bara upp á við húseigendafélagið. Pétur, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Pétur kom svo sem nokkuð vel inn á það sem ég langaði svona í grunninn að nefna hérna, en mig langaði bara að líka þakka Pétri og starfsfólki bæjarins fyrir að hafa tekið þetta samtal við eigendur hússins hér í númer 22, Pétur. Það er rétt hjá þér. Svona góðum tökum og í rauninni bara átt gott samtal við þau, ekki einungis bara eftir að ákvarðanir eru teknar heldur í aðdragandanum og haldið þeim upplýstum út í gegnum gang mála því að auðvitað og skiljanlega að þá
kemur það kannski ekkert endilega vel við eigendur þess hús hversu nálægt þessar framkvæmdir standa og við vitum alltaf að það er mjög gott starf sem fer fram hjá skátunum hér í Hveragerði og ég held að það væri bara mikið fagnaðarefni ef að við gætum nýtt í rauninni þessar breytingar sem eiga sér stað núna sem tækifæri til þess að gera betur í umgjörð skátana hér í Hveragerði og sömuleiðis auðvitað tryggja hagsmuni annarra eigenda eins og Eyþór kom hér inn á áðan. Það eru ekki einir eigendur þarna skátarnir en samtali hefur eins og Pétur kom inn á átt sér stað við húseigendafélagið þannig að það hafa allir eigendur verið með í því samtali út í gegnum þetta ferli. Takk fyrir. Ég verð þetta tæti. Þá ætla ég að leggja þannan lið til samþess, kemurki sem að samþykja þetta og hann samþyktur samhliða. Þá vindum við okkur í liðnum 4. Þar er beiðni um breytingu á stoppustöð strætó og bæjarstjórn, ég legg til hérna að bæjarstjórn afgreiði þetta með því að samþykkja tillögu Vegagerðarinnar og fela skipulagsfulltrúa að vinna að staðsetningu biðstöðva í samráði við Vegagerðina. Orðið er laust. Eyþór, þessu? Já, forseti. Fulltrúar. Mér er reyndar líka svolítið hugleikið þetta strætómál af því að þetta var ekkert auðveld fæðing á sínum tíma að koma þessum strætósamgöngum á til Reykjavíkur og Selfoss. Og ég held að við þurfum að halda því til haga, við þurfum að þétta þessa ferðir. Við þurfum að þrýsta á Vegagerðina það að þetta sé aukið, alls ekki dregið úr náttúrulega og svona þjónustan að öllu leyti bætt og jafnvel að skoða fleiri en eina stoppustöð. Mögulega erum við að fara út í Sólborgarsvæðið á komandi árum, þar verður þá að vera stoppustöð og kannski mættu vera 2 hérna inn í bænum. Ég veit að það er ekkert vinsælt að fara á strætó hérna austur í bæ en allavega þá þurfum við að huga því að þétta þessa þjónustu til framtíðar. Þetta er Eyþór, já, mikið sér. Já, forseti, mér finnst bara gott þetta sem að Eyþór nefnir með að fjölga ferðum og bæta þjónustuna. Það var það einmitt kom nú í ljós allavega fyrir svona 2 árum síðan. Það var það þannig að ef að Hellisheiðin eða Þrengslin voru lokuð að þá fengu framhaldsskólanemar í FSU ekki far af því að bíllinn kom úr Reykjavík. Og ég allavega gerði athugasemdir við þetta á svona tíma en ég bara viðurkenni, ég veit ekki hvernig staðan á þessu er í dag en þetta er svona dæmi um það sem að við þurfum að berjast fyrir að tryggja það að okkar fólk fái þá þjónustu sem þau bera og það er rauninni svolítið sérstakt að vera í þeirri stöðu að það er bara greið leið milli Hveragerðis og Selfoss en af því að lokuð Hellisheiðin þá fengu nemendur okkar ekki, unga fólki okkar ekki fara í skólann. Þannig að það er akkurat þessi liðir sem við þurfum að tryggja. Takk. Almenningssamgöngur er gífurlega mikilvægt mál hérna fyrir okkur í allavega Vestursýslu, Árnessýslu. Strætó byrjaði að ganga hér á milli 2009 og leiðan byrjaði þá hoppaði ég úr einkabílnum yfir í strætó vegna þess að það var hagkvæmt á þeim tíma. Síðan hefur gjald í strætó hækkað meira heldur en vísitala, miklu meira. Mjög skrítin stefna. Og þetta er annað mál sem við þurfum líka að halda á lofti, það er að sé ekki of dýrt í strætó. Og talandi þetta sem að Jóhanna nefnir, sem er að þegar Hellisheiðin lokar að þá komast ekki krakkarnir á Selfoss í skólann. Þegar ég var í FSU fyrir 30 árum, eða meira 30 árum, þá var í raun og veru betri þjónusta varðandi skólaakstur í FSU. Þá kom skólabíllinn upp á Laufskógum, þar sem var strætóskýlið, þið munið kannski að það er horfið núna, og hann keyrði svo niður í Austurbæinn og tók upp fólk þar líka. Þannig að við sitjum upp í raun og veru með verri þjónustu allavega að varða þetta í dag. Ég vil líka nefna annað sem skiptir okkur gífurlega miklu máli.
hér í Hveragerði. Það eru strætósamgöngur líka innan höfuðborgarsvæðisins. Það er það skiptir okkur máli. Ég nefni þetta út af því að nú var dóttir mín að byrja í framhaldsskóla, í kvennaskólanum í Reykjavík. Og hún er í vandræðum með því að komast til Hveragerðis, ná strætónum kl. 16:30, en þess að strætóin í Reykjavík, hann er á sitt á stoppistöðinni í Mjódd. Þannig að hann situr fastur út af umferðinni og það er ekki nógu mikið af forgangsakreinum, kannski vegna þess að borgarlínan hefur ekki ennþá litið dagsins ljós. Þannig að það er líka hagsmunir í okkur að þetta verði gott á höfuðborgarsvæðinu. Ég tek undir það hjá Eyþóri að það þarf líka að fjölga ferðum sem eru nú ekkert sérstaklega margar seinnipartinn. Og dæmi, ef hún missir að strætó, þá er hún að bíða í 1,5 tíma eftir næsta. Kærar þakkir fyrir þetta, Mjöris. Ég held að getum öll verið sammála þetta og ég held að við þurfum að halda samtalinu virku við Vegagerðina og beita þrýstingi sem við getum til þess að halda samtalinu opnu og kalla eftir aukinni þjónustu hvað þetta varðar. En þá legg ég þennan lið til samþykktar, gefum ekki sem samþykkið lið 4 og það er samþykkt samþykkað. Þá er það lið 5, mánamark 3-5. Og þar er lagt til að bæjarstjórn synji beiðni Sýnileika EHF leyfi til að setja upp LED-auglýsingaskjá við mánamark 3-5 í Hveragerði. Með vísan í röksemda er framkoma í minnisblaði bæjarritara Hveragerðisbæjar. Jafnframt felur bæjarstjóra að vinna drög að reglum skilti í Hveragerðisbæ og leggja fyrir bæjarstjórn til samþykktar. Það liggur fyrir minnisblað hjá Bæjarstjórn sem var útbýtt hér í upphafi fundar. Og ég ætla bara að opna fyrir mælskrá þar lið, hversu vil leggja þessi ljós. Ef ekki þá legg ég liðin til samþykktar, það gefur merki sem að samþykki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það lið 6, Austurmörk 2, breyting á notkun gistiþjónustu. Og þar lagt til að bæjarstjórn samþykki að vísa málin til afgreiðslu byggingarfulltrúa sem tekur ákvörðun útgáfu byggingarleyfis orðalaust. Kannski hinn liðin, við samþykkjum bókunina en ekki, erum við ekki að samþykkja bókunina? Þessa bók, já, þess synjar beiðni, já. En ekki samþykkja liðin, heldur bókunina? Bókunina, já. Afgreiðsla. Undir lið 5, já. Já, vill einhver hversu ljós sem liðar 6? Og þá legg ég þennan lið til samþykktar, ekki merki sem samþykki. Og það er samþykkt. Þá er liður 9, Borgarhraun 11, umsókn grindverka á lóðmörkum. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja fresta afgreiðslu málsins þar sem nýjar reglur skjól og garðveiki hafi verið samþykktar orðalaust. Og þá legg ég þetta undir fundin til samþykktar, gefur merki sem samþykki. Og það er samþykkt. Þá er það liður 10, hefur 47, fyrirspurn skjólverk á lóðmörkum. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að fresta afgreiðslu málsins þar til nýjar reglur skjól og garðverki hafa verið samþykktar orðalaust. Eyþórsson. Forseti, nú við kannski ekki fylgst nógu með þetta mánuði nýjar reglur skjólvirki svona það spil. Það er eitthvað vonandi þá að koma fljótlega, svo þurfum ekki að bíða lengi. Takk einhver, jú, þar eru alveg á lokametrunum, þar ég kannski leiti með fyrir mér rökkmál en það er búið að við vísum þessu á vormánuðum, ef maður er rétt, til skipulagsfulltrúa sem hefur verið að vinna málið og já, viltu kannski taka þetta bara, Pétur? Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, það er raun og veru bara eftir sá liður að auglýsa þessar reglurnar, ákvæma kynnaðar vel, þannig að það er raun og veru bara eitthvað sem er að fara að líta dagsins ljós á allra næstu dögum, er raun og veru góð kynning á þessum reglum þannig að bæjarbúar séu vel upplýstir þetta, þannig að það er raun og veru ekkert annað eftirfært. Þá legg ég þennan lið til samþykktar og hann er samþykktur samhliða. Þá erum við komin í lið 11 grunnskólinn í Hveragerði umferðaröryggi
og þar afgreiðum við lið sérstaklega og lagt til að bæjarstjórn samþykki að synja beiðninni þar sem tillagan leggur til að rjúfa gangstétt sem til þess fallið að minnka öryggi gangandi vegfarenda. Og orðið laust. Og það hver sem ekki hljóst þá legg ég þennan lið til samþykktar og hann samþykktur samlega. Og þá lið 12 ábendingar varðar umferðaröryggi. Það leit til að bæjarstjórn bendi á að samgönguráðgjafi hafi komið að vinnu við gerð nýs aðskipulags Hveragilsbæjar. Og það eitt af megin verkum hans í þeirri vinnu að samræma hámarkshraða í bænum með tilliti til aukins umferðaröryggis og lækkunar hámarkshraða þar sem því komið við. Og orðið laust. Njörðurskjörsvæð. Forseti. Kannski bara ábending fundargerðin sjálfa og bókunina í henni. Það ekki erfitt fyrir íbúa að lesa út úr því hvaða götur átt við. Hér auðvitað átt við Ölfusveg ef ég skildi það rétt. Þannig að það mikilvægt að við höfum þetta í huga þegar við að bóka og setja svona efni á eða afgreiða erindi í fundargerðum að það sé algjörlega ljós hvað við að tala um. Þetta Njörður mjög góð ábending. Og þá legg ég þennan lið til samþar, það gefa merki sem samþykkja og hann samþykkja. Og þá það fundargerðina að þetta leiti til umræðu. Samþykkjusvel. Forseti, ég svikið máls á fyrsta liðnum fundardagatal skipulags umhverfisnefndar sem að rýnir dagatalið. Þá dagatalið sagt að október sé mánudagur en rauninni miðvikudagur þannig að október rangt skráður í skjálfum sem til að það leður. Mér sýndist að hinir veru réttir. Við erum nýbúin að samþykkja þetta en skal bara vel tekið eftir. Þannig að við skoðum þetta og lögum þá dagatalið sem virðist vera eitthvað að hafa skolist það til. En þá legg ég fundargerðina til staðfestingar og þeir gefa merki sem staðfesta fundargerð og það staðfest. En þá það fundargerð aðalskipulagsnefndar frá 19. ágúst 2025 og orðið laust. Og einhver hljótt að leggja fundargerðina til staðfestingar þeir gefa merki sem staðfesta fundargerðina og hún staðfest. Og þá komið að 7. lið endurskoðun aðalskipulags Hveragilsbæjar og hér við að leggja fram tillögu að aðalskipulagi Hveragilsbæjar 2025 til 2037 sem samþykki þarf til auglýsinga samanber 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þarna langar mig aðeins að koma inn á áður en ég gef orðið laust, en þarna auðvitað hér að ræða stór tímamót hjá okkur Hveragerðingum þar sem við erum að fara að auglýsa nýtt aðalskipulag. Hér við að tala um aðalskipulag sem að tala alveg beint inn í stefnuna sem mörkuð var í upphaf kjörtímabils. Það eru stóru breytingarnar auðvitað þær að hér líka verið að setja inn bæði Sólborgarlandið jafnt sem og Bæjarþorpsheiðina inn í aðalskipulagið. En það ekki verið að leggja til að uppbygging á báðum svæðum á sama tíma en heldur verið að setja fram að rammaskipulag þurfi til að áður en hægt sé að fara í að deiliskipuleggja. Og hér ekki verið að ákveða þá hvort það sé verið að fara fyrst í Bæjarþorpsheiðina eða Sólborgarlandið í uppbyggingu, heldur verið að halda báðum möguleikunum opnum og það séu fyrir hendi. Eins líka stórt hér samtalið sem hefur átt sér stað við Landsnet og það sem verið að gera ráð fyrir að rafmagnslínurnar fari í jörðu og það mjög stórt mál fyrir okkur Hveragerðinga og uppbyggingu hér í Hveragerði hvað varðar skipulagsmál og þróun byggðar. Þannig að það mjög stór póstur að því samtali hafi verið náð og með samþykki þeirra. Þannig að það eru gleðitíðindi sem við boðum hér. En ég ætla að gefa orðið laust. Hver sem vilja Eyþór Gjörsveinn. Ég held að sé hreinlegast ég lesi bara bókun sem við erum að gera auðvitað og
Svona kannski umræða það. Við ætlum að setja hjá, ekki samþykkja þessu sinni. Og það vegna eftirfarandi. Aðalskipulagsferlið hefur tekið langan tíma og kostnaðurinn eftir miður komin mjög langt fram yfir áætlanir þrátt fyrir endurgreiðslu frá Skipulagsstofnun. Ekki hefur verið tekið tillit til ítrekkaðra athugasemda bæjarfulltrúa sem hafa verið hundsaðar og ekki skráðar í fundargerðir. Það einnig mjög sérstakt að Skipulags- og umhverfisnefnd hefur aldrei fengið aðalskipulagsvinnuna inn á borð til sín, en sú nefnd sá hluti stjórnvaldsins í Hveragerði sem þarf mest að vinna eftir skipulaginu. Breiðamörkin og það skipulag sem sett fram þar ekki í takt við vilja og athugasemdir bæjarfulltrúa og fjölmargra bæjarbúa hvað varðar bílastæði og hjólastíga. Í drögum að umferðarstefnu gert lítið úr þörf bæjarbúa til að nota bíla til að fara á milli staða innanbæjar og sagt að bílastæði séu of mörg í bænum. Þetta þarf að endurskoða og laga. Sett inn íbúðabyggð á svæðinu þar sem ullarþvottastöðin stóð á sínum tíma, það meðfram Dinnskóg að vestanverðu. Við teljum ekki rétt og óþarft að þrengja útivistarsvæðið undir hamrinu með þessum hætti og ætti fremur að stækka útivistarsvæðið í samræmi við stefnumarkmið Hverfisbæjar og náttúruna í Fyrirhuga. Á svonefndu axlarsvæði verið að eyðileggja aðkomu og ásýnd bæjarins þegar komið niður Kambá. Í stað þess að horft verði inn í Hveragerði frá þjóðveginum og sjá þar gróðurhús sem einkenni bæjarins, þá munur Ísland haft 3-4 hæða blokkir. Þar gert ráð fyrir miklum þéttleika og verið að ýta garðyrkjunni burtu þrátt fyrir stefnu annað. Almennt virðist vera frekar skorið niður í athafnasvæðum en að bæta við þau eins og þar. Við greinargerðinni með aðalskipulaginu að tillögunni segir: Blómstrandi Hveragerði með blómlegu atvinnulífi og fjölbreyttum tækifærum sem byggja á auðlindum og sérkennum bæjarins, svo sem á sviði ferðaþjónustu, græns iðnaðar og tækifæra í nýsköpun innan þessara sviða. Skipulagið axlarsvæðin þannig ekki í takt við þessa stefnu okkar áliti. Einnig má velta fyrir sér hvort við erum með þessari endurskoðun á aðalskipulaginu að fara frá þeirri stefnu sem hefur verið ríkjandi í Hveragerði að leggja áherslu á lágreista, hlýlega byggð en leggja of mikla áherslu á fjölbýli. En þetta rita Eyþór og Ingibjörg. Takk fyrir þetta, Eyþór. Að við gefum niður orðið að þá ætla ég að benda á aðeins kannski rangfærslur í bókuninni, þar sem þið bendið á reitinn, þar sem gamla ullarþvottastöðin þar sem var farið yfir áðan að þarna verið að gera ráð fyrir skátunum sem við fórum yfir á. Það sem þú kemur inn á það sé íbúðabyggð. En einnig hjó ég eftir að þú sagðir að það sem áður voru gróðurhús núna 3-4 hæða blokkir. Ég veit ekki hvar þær 3-4 hæða blokkir eru. Það sem áður voru gróðurhús þegar þú keyrir inn í bæinn. Þannig að ég átta mig ekki alveg á þessari sviðsmynd sem að þú kemur fram með í þessari bókun. En bara kannski einn punktur að lokum að svo það sé alveg haldið til haga líka. Í þessar nefnd hefur verið þverpólitísk sátt að ég hélt hingað til og hér hafa verið ritaðar fundargerðir og vissulega hefur vinnan verið löng og tekið mikinn tíma, en þetta hefur verið góðir fundir og ekkert alltaf allir sammála, en hér hafa allir haft rödd við borðið og bæði meirihlutinn sem minnihluti. Þannig að en það auðvitað bara verið að fara með, við erum að leggja það til að þetta verði farið í auglýsingu, það ekki verið að samþykkja neitt og það ennþá verið að fara að taka á móti athugasemdum. Þannig að það ræðir hér, Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég langar bara að spyrja, það hér kom fram að minnihlutinn ætlar að sitja hjá við það ákvörðun að senda þetta í auglýsingu. En í málinu felst að það að senda aðalskipulega auglýsingu þá tækifæri til umsagnar og athugasemda til þess það og þá hægt að gera breytingar í kjölfarið
Þannig að við erum ekki að samþykkja aðalskipulag hér á þessu fundi, heldur við erum að samþykkja að senda auglýsingu og kalla eftir athugasemdum og umsögnum. Þannig að skilja það þannig að með því að þið sitið hjá, með því að senda þetta í auglýsingu, að það hafa engar skoðun á því að senda í auglýsingu eða eru þið ósammála að senda í auglýsingu. Þannig að það er ekki verið að samþykkja skipulagið, það mátti skilja það út frá bókunni eins og við værum að fara að samþykkja. Það er ekki málið. Þannig að það er ennþá tækifæri til athugasemda. Þannig að þið eru ekki sammála að senda það í auglýsingu, þetta er málið. Takk fyrir þetta mjög til best við að Eyþór gjörðu svo vel. Kannski aðeins varðandi þetta með íbúð eða húshæðina fyrir meðan þetta er ofan veg þá. Við erum að tala um nýjan þjóðveg. Það er framtíðin í Hvergerði. Þannig að þar er gert ráð fyrir svona hæð að hluta til. Varðandi það að sitja hjá, að þá er það bara statement frá okkur það að við séum ekki sátt við ferlið eins og það var. Og ég held að ef að þið hugsið tilbaka, þá séu þið sammála því að það var ekki hlustað á okkur, hvorki ykkur í meirihlutanum, okkur í minnihlutanum, á þessum fundum. Það var ekki bókað það sem við sögðum varðandi til þess bílastæði. Bílastæði voru greinilega mjög hjartfólgir sumum ráðgjöfunum þarna í þessari nefnd og við höfðum á tilfinningunni að það verið verið að tróða ofan í okkur Reykjavíkur módelin ítrekk. Það var bara alltaf þessi þrýstingur frá ráðgjöfunum að tróða þessu módeli ofan í okkur. Ég sitt sjálfur í rúman klukkutíma á dag í umferðinni Reykjavík og mér langar ekki að sjá módelið þar koma hingað. Takk, held ég á brugðustuð. Takk fyrir þetta Eyþór, mjög gjörðu svo vel. Bæta við bara gjörðu svo vel. Ég glemdi einu kosti. Deilskoðarnir, það er á ég með kortið fyrir frá mig og það er íbúðabíl. Upp allar deilskoðarnir, þannig að ég veit ekki hvað. Það liggur ekkert fyrir skátan þar. Takk fyrir þetta Eyþór, gjörðu svo. Við sátum nú öll saman nokkra fundi í þessari vinnu. Vissulega vorum við mjög skýrir um ýmis mál, en ég saknaði þess að heyra ekki nákvæmlega hvað er ekki tekið tillit til þessara athugasemda sem að koma fram í bókum minnihluta. Það kemur ekki fram, þetta er bara almennt og erfitt maður ætlar ekki að sletta, erfitt að finna það. Til dæmis var það bílastæðamáli, við tökum það sem dæmi, hvað er í þessari tillögu sem að minnihlutin er mjög ósáttur við. Þannig að það er ekki verið að fækka þeim eða neitt slíkt. Og þannig að ég átta mikið á því. Og það að sitja hjá, auðvitað er það eitthvað statement svo ég sletti og vitni í bæjarfulltrúa Eyþór með það. En hér er auðvitað verið að ákveða að senda þetta í auglýsingu og það er í hið lýðræðislega ferli. Og þar hafa allir tækifæri á að koma með athugasemdir. Og ef það eru fleiri sem að hafa áhyggjur af þessu sem að kemur fram í bókun minnihlutans, þá kemur það fram í þessu samráðsferli. Þannig að mér langar að hvetja minnihlutann til þess að endurskoða þessa afstöðu að senda þetta ekki, að sitja hjá eða senda þetta í hið lýðræðislega umsagnarferli. Að sitja hjá við það. Þeir að sitja hjá eða senda þessa tillögu í lýðræðislegt umsagnarferli. Og hvað þýðir það? Takk fyrir þetta mjög vel. Best þeir gjörðu svo vel. Já, þessu til. Bæjarfulltrúarnir er fjölyrtt lýðræði. Það er bara okkar lýðræðislegi réttur að sitja hjá. Þannig er það. Og þetta, við getum litið á þetta sem fyrstu athugasemdina við þetta aðalskipulag. Þannig að við erum bara að segja bæjarbúum, við erum ekki sammála mörgu í þessu, við erum ekki sammála ferlinu, við teljum að það hafi verið ekki nógu gott á mörgu leyti. Það var langt og það var vandað á mörgu leyti, en okkur, við fengum tilfinninguna fyrir því að ráðgjafarnir væri oft að vinna gegn okkar vilja í bæjarfulltrúum. Það er okkar lýðræðislega réttur að áskoða. Takk.
Eyþór. Svo kannski ég leiðrétti aðeins mál mitt hvað varðar IP6 eins og ég kom inn á áðan. Það er ekki inn á þessari breytingu, inn á þessum gögnum sem kom inn, en það voru meðal annars athugasemdir sem komu sem verða gerðar við aðskipulagið eftir samtöl við húsfélagið hér í Breiðumörk 22, þetta var erfitt í fæðingu. Þannig að það er athugasemd sem kemur inn, þannig að ég var að leiðrétta málið mitt með það. Ætlar þú aftur, Eyþór, já, og svo Jóhann Gilsson. Já, forseti. Þetta eru þau gögn sem okkur eru lögð fyrir fund. Og svo er sagt hérna eitthvað eitthvað upp í Dinskó skátunum sem getur vel verið þessum til. En þetta eru gögnin sem við erum fjallað hér, ekki eitthvað spjall milli fólks. Takk fyrir þetta, Eyþór. Það er bara að fá óskar til fundar. Þá slítum við fundi klukkan 17:51 sem að funda hér. Ekki slíta. Já, í fundargerð. Rjúfum við útsendingu afsakið.
Þú hefst þetta eftir fundarhlé klukkan 18:16 og meirihlutinn með eftirfarandi bókun. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar því að á fundi þessum liggi fyrir að samþykkt verði til auglýsingar tillaga að nýju aðalskipulagi Hveragerðisbæjar. Tillagan er í samræmi við þá metnaðarfullu framtíðarsýn sem mörkuð hefur verið með nýrri stefnu Hveragerðisbæjar, þar sem áhersla er lögð á að Hveragerðisbær sé blómstrandi atvinnulíf og hér skipti heilsa og vellíðan máli. Mikilvæg fagleg vinna hefur átt sér stað við undirbúning fyrirliggjandi tillögu þar sem samtal og samráð við íbúa og atvinnurekendur hér í bæ hafa verið í forgrunni. Allar fundargerðir vegna þessara vinnu hafa verið teknar fyrir í bæjarstjórn og þær staðfestar. Það er mat meirihlutans að fyllilega hafi verið tekið tillit til þeirra sjónarmiða sem sett hafa verið fram á kjörnum fulltrúum út í gegn þetta ferli. Hér er lagður fram afrakstur þeirra vinnu til auglýsingar og þar með frekara samtals og samráðs sem síðan verður tekið til nánara skoðunar. Framlögð tillaga er í öllum atriðum samhljóða þeirri sýn sem var mörkuð í upphafi kjörtímabilsins og hefur markað spor að nýjum tímum í Hveragerði. Og undir þetta ritar meirihlutinn. Þá ætla ég að leggja til að bæta samþykki að auglýsa tillögum samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með nokkrum lítilsháttar breytingum vegna mögulegra ábendinga sem borist hafa úr kynningarferlinu. Hjörður. Forseti. Já, mér langar bara að fagna því að við séum komin á þennan stað að auglýsa þessa tillögu til umsagnar og það er mikilvægt að hvetja íbúa að skoða þetta vel og senda inn umsagnir ef að einhverjar eru. Eins og hér kemur fram í bókun meirihlutans það er mikil framsýni og hér er verið að horfa til framtíðar og þetta byggir auðvitað á stefnu sem að við mörkuðum í upphafi kjörtímabilsins sem að er fagleg vinna. Það er að byrja að skoða hver við viljum vera og hvert við viljum fara og byggjum svo aðalskipulagið á því. Þannig að það er mjög ánægjulegt að sjá þá faglegu vinnu sem hefur farið fram hér. Nú, mér langar að nefna, það er mikið hagsmunamál fyrir okkur Hveragerðinga að beita ríkið þrýstingi varðandi tilfærslu af þjóðvegum. Og það skiptir okkur miklu máli og þeir muni kannski að ég held að í fyrstu samgönguáætlun þá hafi tilfærslan af þjóðvegum, hún hefði átt að vera búin í fyrra eða í ár eða eitthvað slíkt. Og svo var samgönguáætlun endurskoðuð og það ýtti þessu fram í tíma. En það skiptir auðvitað mjög miklu fyrir okkur að þetta verði núna bara á allar næstu árum tilfærslan af þjóðvegum. Og allt skipulag hér innan bæjarins sem miðað við þessa samgönguáætlun af þjóðvegurinn myndi færast á tilteknum tíma. Þannig að það er mjög slæmt að það hafi ekki gerst og við þurfum að halda því á lofti gagnvart ríkisvaldinu. Mér langar einnig að nefna ásýnd bæjarins sem að ég held að flestir séu nú sammála að sé gróðurinn hér og gróðurhúsin. Og á síðustu kjörtímabili þá hef ég mikið talað fyrir því að við hugum að þessar ásýnd sem að gróðurhúsin gera hér í bænum. Hér nefnilega platti hérna lengi upp á vegg með af Hveragerði þar sem að gróðurhúsin voru einmitt merki bæjarins ásamt sundlauginu og kirkjunni og eitthvað svoleiðis. Þannig að við þurfum að huga því sérstaklega hvernig við höldum í þessa ásýnd. Ég barist fyrir því á síðasta kjörtímabili að það er gert varðveislumat á gróðurhúsum Hveragerði, þannig að það er gert mat á þeim gróðurhúsum þegar standa. Hvað af þeim væru varðveisluverð? Það var út frá sögunni, útliti og slíku og það var svo loks gert sem að Landform gerði. Og ég held að við þurfum að horfa sérstaklega á það hvað af þeim gróðurhúsum, þannig að þeim fer fækkandi, það er ásókn í að byggja íbúðir eða annars konar þjónustu á lóðum gróðurhúsanna sem að einkaaðilar eiga. Þannig að við þurfum að huga því en líka í skipulagi, þegar kemur að deiluskipulagi og öðru, að taki svona til greina þessa ásýnd sem að gróðurhúsin eru. Að hönnun bygginga vísi í þessa ásýnd og sögu. Þannig að það er ýmsir möguleikar í því. Og það er eitthvað sem að ég held að geti verið gagnlegt að hafa samráð við íbúa að heyra í þeim hvað finnst ykkur, hvernig eigum við að nálgast þennan þátt í skipulaginu sem er þessi saga og þessi mikilvæga ásýnd Hveragerðis.
Það var góður punktur í góðri lokaritgerð sem Berglind Sigurðardóttir gerði held ég árið 2009. Við gerum skipulag hér í Hveragerði og við minnum hún hafi gert könnun meðal íbúa hér hvað þeim fyndist svona skipulagið hér. Og þá kom svo sterkt fram að það var þessi gula birta af gróðurhúsunum sem að fólki þótti mjög vænt og var líka hluti af svona bæjarmyndinni, sem mjúka birta. Þannig að það er alls konar í þessu sem að tengist gróðurhúsunum sem að við þurfum að huga sérstaklega að og mér langar að hvetja íbúa til þess að huga að því sérstaklega með okkur og en annars bara fagna þessari góðu vinnu sem við erum farið fram og bara til hamingju með að vera komin á þennan stað. Takk fyrir þetta. Já, forseti. Af því að einmitt Njörður kom inn á varðandi varðveislu gróðurhúsuna og líka þær breytingar sem hafa átt sér stað í bæjarfélaginu, þá er samt svolítið gaman að átta sig á því hvað er að gerast bara hjá bara fjölskyldum í Hveragerði. Við erum að sjá gróðurhús spretta í görðum hjá fólki af því að fólk vill geta verið með blómið sín og rækta sitt grænmeti og þannig að þetta er að færa svolítið meira bara í þitt persónulega líf að geta verið með gróðurhús sem að þú getur átt góða stundir og haldið áfram að rækta þitt eigið grænmeti eða blóm. Þannig að það er svolítið skemmtilegt þegar að sagan kemur inn á nýjan máta. Þannig að ég tek alveg undir mig niðri að halda þessu til haga. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Takk fyrir, forseti. Mér langar að bara taka undir hér með öðrum fulltrúum meirihlutans með bara hvað það er gríðarlega jákvætt að við séum komin á þann stað að geta samþykkt þetta núna í auglýsingu til að gera síðan lokabreytingar áður en að þetta er afbreytt endanlega. Það sem hefur kannski verið mjög einkennandi á þessu kjörtímabili, það er hversu mikil ásókn hefur verið í uppbyggingu í Hveragerði. Og það er einhvern veginn, bara maður sér fyrir sér að það verði til mikillar einföldunar fyrir starfsfólk bæjarins, fyrir pólitíkina og fyrir þá sem að vilja leitast eftir því að byggja hér upp þetta góða samfélag með okkur. Að við séum með þessu aðalskipulagi búin að marka ákveðin ramma utan þá reiti innan bæjarfélagsins sem við sjáum fyrir okkur frekar uppbyggingu á og í rauninni marka ákveðin ramma fyrir komandi samningaviðræður við áhugasama aðila. Og þetta er bara gríðarlega mikilvægt fyrir Hveragerðisbæ og íbúana hér af því að með þessu sláum við Hveragerðisbær, íbúarnir og þeir sem koma að þessari vinnu með okkur, tóninn fyrir þær viðræður inn í framhaldið og við leiðum veginn. Og það er nákvæmlega þannig sem við viljum stýra þessum málum. Við setjum okkur stefnu, við ákveðum hvert við viljum fara og hvernig við viljum sjá bæinn okkar líta út og það er eftir því sem við vinnum. Þannig að mér langar bara að fagna því hversu góð umgjörð er sett utan þessi málefni í fyrirliggjandi tillögu og ég er viss að lokaafurðin verður mjög gott tól fyrir okkur hér sem kjörna fulltrúa og sömuleiðis starfsbæjarins til þess að vinna með áfram í þessum málum. Takk fyrir. Takk fyrir dæmi. Eitthvað þessu. Já, forseti. Mjög skrítin umræða að hlusta á. En eins og það aldrei verið gert vandaði aðalskipulag í Hveragerði áður. Þetta sé fyrsta skipti sem þið séu þetta að gera aðalskipulag fyrir Hveragerði. Þetta er mjög skrítin umræða. Og að segja að það hafi verið mikil uppbygging í Hveragerði, mikil ásókn í lóðir á þessu kjörtímabili, það er bara vitleysa. Horfist í augu við það hefur dottið niður, það selst varla íbúðir. Þannig að kurvan sem við sjáum var svona, hún er svona. Þannig að horfist í augu við þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Njörður. Þetta er ekki fyrsta aðalskipulag sem er tekið fyrir í Hveragerði, það vitum við öll. En þetta er eins og að vanda aðalskipulag og markar alveg svona
það markar alveg tímamót vegna þess að það framsækið og við erum að huga að Hveragerði og ásýnd Hveragerðis. Og ég vil nefna í því samhengi, út af því að hér voru aðstæður gróðursins sem er mjög mikilvæg, en það er líka gróðurinn sem hefur alltaf einkennt Hveragerði frá fyrstu tíð, mikill gróður í bænum. Og þessi tillaga felur í sér til dæmis eins og byggir í raun og veru á hugmyndu frá Pétur Ármannsyni sem hann lagði fram í fylgiskjali í aðalskipulagi 2005. Það er þessi ásýnd gróðursins og hér er verið að leggja til að það verði svona gróðurbelti eftir breiðumörkinni. Þannig að þegar þú kemur inn í bæinn þá sé þetta ásýndi sem það tekur við þér. Þannig að ég langaði að nefna þetta líka. Og annað sem ég er virkilega hrifinn af í þessari skipulagsvinnu og það er hugmyndin hér Miðbæjartorg það sem Kvennaskólatúnið er núna. Það sem hægt er að nýta jafnframt sem bílastæði þegar á þarf að halda þetta með stóri viðburðir í íþróttahúsinu. En jafnframt að það sé Miðbæjartorg og vettvangur fyrir bæjarbúa að koma saman þegar á viðburðum eða slíku eða þegar svo ber undir. Þannig að hér er bara uppgangur í Hveragerði. Íbúum hefur fjölgað 400 manns á kjörtímabilinu. Það er bara ansi mikið. Og sama hvað fólki finnst það, þá er það bara staðreyndir. Við bara horfum á það. Fyrir þetta verður, já, kannski þriðja skiptið bara örstutt á síðasta skiptið í þessum lið. Aðeins bæta við að því að það er talað gróðurhúsin og ásýnd bæjarins og niðri hefur verið þetta mjög hugleikið í gegnum árin og gott mál. En núna hefur verið að fella út atvinnusvæði sem er ekkert í jaðrinum á byggðinni eða við þjóðveg. Og setja íbúðabyggð í 2-3 hæðum, jafnvel 4 hæðum. Og ég get ekki séð að þetta sé framsækið atvinnulega séð. Þetta er íbúðabyggð en ekki atvinnubyggð. Og núna eru bara 2 lítil grá svæði fyrir neðan fyrir atvinnuuppbyggingu eftir. Þannig að allt svæðið meira og minna á Bæjartorgsheiðinni er skilgreint sem íbúðasvæði tengt. Þannig að ég held að þetta sé þvert á móti ekki góð framtíðarsýn fyrir okkur. Það er hvað niður síðasta skiptið þér. Búin að finna út kvotan. Seti. Ég er miklu ánægður að tala þetta hugðarefni sem gróðurhúsin eru sem byrjaði raun og veru á því að hrefa samþykkt skipulag í tíð meirihluta Sjálfstæðisflokksins við Félamörk sem gerir ráð fyrir því að gróðurhúsin sem þar eru sem mynda að mínum mati einstaka götumitt og ég mun sakna þeirra þegar þau fara en þess að mér sýnist að það stefni það er algjörlega einstök götumitt. En ég man hins vegar í umræðinni sem við tókum á þessu tíma þegar við vorum að tala gróðurhúsin og hvernig við skildum bregðast við því að þeim fer fækkandi og með þess að tala það hér í þessari greinargerð frá Pétur Ármannsyni frá 2005 að þeim færi fækkandi þá og þeim verður fækkað enn frekar síðan. Þá var talað að bæjaryfirvöld hér þau gætu ekki neytt einstaklinga eða rekstraraðila til þess að vera með rekstur áfram í gróðurhúsunum ef þau kærðu sig ekki. Og það er bara því miður raunveruleiki sem við stöndum frammi fyrir og ég deili því alveg að ég mun sakna mjög mikið ef að gróðurhúsin hverfa mjög mikið hér í bæjarmyndinni. En þá er spurning, hvað getum við gert til þess að vega upp á móti þessu? Getum við fundið önnur svæði hér innan bæjarins þar sem að væri hægt að byggja upp gróðurhús? Ja, Eyþór hristir hausinn, hann heldur ekki. Ég held að það sé hægt. Ekki kalla sæta. Þannig að við stöndum í raun og veru frammi fyrir þessu raunveruleika. Þetta eru rekstraraðilar sem að kannski hafa ekki mikinn áhuga að halda áfram þessu rekstri og sjá frekar tækifæri í því að byggja upp annars konar starfsemi á lóðunum. Þannig að við stöndum frammi fyrir því og hvernig getum við brugðist við því ef að það er engin rekstur áfram í þessum húsum. Og þá er það spurning, getum við einhvern veginn haft skipulagið þannig að sé til þess að ásýnd þessara byggðar og þessara sögu verði áfram í skipulaginu.
er jafnframt það að tiltekin gróðurhús sem eru gömul, að þau séu varðveitt áfram, en líka að finna einhverja nýja staði hér innan bæjarmarkanna fyrir þess áttar uppbyggingu og rekstur. Þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því að þetta sé eins slæmt skipulag og að þessi tillaga sem eins og kemur hérna fram í minnihlutanum heldur er þetta framsækin tillaga. Við erum að horfa til framtíðar og það er margt mjög spennandi Hveragerði og mikil uppbygging í gangi og sem verður áfram. Þetta er sjóna. Já, takk. Takk fyrir það. Mig langaði bara að nefna hér aftur að hér erum við með tillögu sem við erum að samþykkja í auglýsingu og áður en að skipulagið verður samþykkt endanlega að þá verður samtal, það verður samráð og það er tækifæri til breytinga. Þetta er ekki skipulagið í endanlegri mynd sem liggur hérna fyrir fundinum í dag. Það sem að við sjáum fyrir okkur varðandi gróðurhúsin er að fá einmitt íbúana og atvinnurekendur og áhugasama í áframhaldandi samtal með okkur, fá hugmyndir, fá tillögur, fá bara kannski dálítið svona að finna púlsinn hjá íbúunum okkar, hvernig þau sjá fyrir sér með okkur að við getum haldið í þessa mynd gróðurhúsuna. Og ekki bara sjónrænt, heldur sömuleiðis hvernig við getum mögulega fundið einhvern farsaman farveg fyrir ylræktina áfram sem hefur auðvitað verið gríðarlegt einkenni bæjarins frá upphafi. Og maður sér fyrir sér að ef til vill geti það verið í samstarfi við aðilega varðandi nýsköpun og ef til vill einhvers konar þekkingasetur sem hefur verið í umræðu og fleira. Og eins og í öllum breytingum þá er í þessum breytingum tækifæri til þess að gera hlutina öðruvísi og ef til vill betur. Þannig að ég bara skora á þá bæði fulltrúar sem að sitja hér inni og er þetta mál hugleikið eins og mér sjálfri sem og aðra sem að hafa áhuga á því að bara láta máli til sín taka og taka þátt í þessari vinnu með okkur í framhaldinu. Af því að við svo sannarlega fögnum því að fá að taka samtali og vinna þetta vel saman. Takk fyrir. Takk fyrir. Ekki upp hér gráðum, hversu vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, skal vera stuttorður. Ég held að það sé rosa gott að kannski draga saman umræðuna í þessi kjarnaatriði sem ég held að sé nauðsynlegt fyrir okkur öll að ganga út frá núna þegar það er nýtt aðskipulag fyrir auglýsingaferli. Hverjar eru svona stóru vendingarnar, hvað eru stóru breytingarnar? Mig langar að nefna að í fyrsta skipti í sögu bæjarins erum við að vinna með svokallað þriðja stig á skipulagsferlinu. Þess að það sem er ekki deiluskipulag og ekki aðalskipulag heldur þarna kemur rammaskipulaginn á milli. Þetta er í fyrsta skipti og við erum sem sagt að nota rammaskipulagið til þess að móta breiðumarkina og nýja miðbæ. Þetta er mikilvægt vegna þess að í þessu ramma erum við meðal annars að draga fram gamla miðbæinn og við þurfum ekki búa hann til. Hann er til staðar, sagan er skýr og hún er falleg og við ætlum að draga hann fram í þessu rammaskipulagi og þetta eru heilmiklar vendingar. Síðan er það sem við köllum þróunarreiti sem hafa verið undir atvinnustarfsemi og við vitum alveg að sú atvinnustarfsemi hefur verið víkjandi og langan tíma. Þannig að það sem verið að taka við merkileg skref núna í þessu aðskipulagi og við erum að gera það saman, nota bene, að við erum einfaldlega að horfa á þessa reiti, við erum að kalla það þróunar- og uppbyggingarreiti, við erum að setja ramma inn á þessa reiti til þess að tryggja það að uppbyggingin á þessum reitum sé í samræmi við vilja og væntingar bæjarbúa, vilja og væntingar bæjarstjórnar. Þess vegna köllum við þessa reiti R1, R2 og R3. Og hvað hvað snýst þetta rammi? Þetta snýst raun og veru þetta mikilvæga jafnvægi, byggingamagns, grænna svæða, bílastæða. Þetta hefur aldrei verið gert hérna og ég veit ekki til þess að þetta hafi verið gert hérna á svæðinu yfir höfuð. Og þetta er mjög mikilvægt að átta sig á. Og þetta eru svona ákveðnar vendingar í
í þessu skipulagi sem er mikilvægt fyrir íbúa að kynna sér, mikilvægt fyrir íbúa að mynda sér skoðun á, en er einkennandi kannski fyrir þau verkefni sem við erum að vinna núna að við erum svolítið að vinna hlutum upp á nýtt. Þannig að og svo langar mig að endingu að bara minnast á náttúrulega eitt dýnamískasta svæðið í Hveragerði núna, sem er svæðið neðan gamla þjóðvegarins, og ég ætla bara að byrja að kalla þetta gamla þjóðvegarins vegna þess að við eigum rétt á nýjum þjóðveg. Það er það sem að ríkisvaldið hefur gefið okkur loforð og við þurfum að þrýsta á og erum náttúrulega í nýja skipulaginu núna. Því fyrr sem að við förum að leggja út byggð þar, því meira þrýstiafl er það fyrir það að fá nýjan þjóðveg og þá fáum við gamla þjóðveginn inn í bæjarnotkun. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að leið að gamli þjóðvegurinn er kominn sem bæjarvegur, þá getum við fara að klára vesturmörkina sem er eitt af merkilegri verkefnunum okkar og þá erum við farin að tappa af umferðinni ofan Breiðumarkar. Sem í dag fyrir öll í gegnum Breiðumarkina, þá erum við farin að tappa af vaxandi byggð, mikilli umferð inn á gamla þjóðveginn og það er algjör gjörbylting, ef þið spyrjið mig, fyrir Hveragerði, lífsgæði og ásýnd. Þannig að ég held að þetta séu og þá kannski bara þegar svona miklar breytingar eru í einu nýju skipulagi, þá held ég að sé mjög mikilvægt að hugsa hvernig ætlum við að varðveita þessa stórkostlegu menningu sem bærum býr að. Og ég ætla bara að segja eitt af því sem mér finnst einkennandi fyrir bæinn eru ljósin. Gulu ljósin, þessi hlýju gulu ljós sem að mæta manni sérstaklega í skammdeginu. Og ég held að þetta sé það sem við þurfum núna samhent öll að finna út úr hvar við ætlum að varðveita gróðurhúsin í nýbyggingum og hvernig við ætlum að varðveita þessa lýsingu. Ef við förum markvisst í þetta, þá held ég að við séum á mjög góðri leið að stíga inn og feta okkur áfram inn í nýtt tímabil í sögu Hveragerðisbæjar sem við höfum verið að gera núna jafnt og þétt með svo mörgum verkefnum, en þetta eru svona stóru vendingar og mér finnst gott að geta bara farið yfir þetta vegna þess að þetta er svolítið það sem að bæjarbúar þurfa að kynna sér mjög vel, koma sér inn í og mynda sér skoðun á. Já, það er ekki verið þetta, Pétur. Ég held að það sé ágætt langa orð. En ég ætla að leggja til að bæjarins samþykkja auglýsa tillöguna samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 183/2010 og með nokkrum lítilsháttar breytingum vegna mögulegra ábendinga sem borist hafa úr kynningarferlinu. Og ég legg þetta undir fundinn til samþykkta, þeir sem samþykkja gefa þeir sem setja hjá. Það eru tveir sem setja hjá, minnihlutinn setja hjá og meirihlutinn samþykkir. Þá förum við í lið nr. 7. Lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga og lagt fram listað skrifstofustjóra lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir lánum að upphæð 445 milljónir sem er samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Orðið laust. Eitt svo. Já, forseti. Eins og meirihlutinn veit orðið fyrir slíkt þá erum við með bókun. Ætlum að sitja hjá við samfélgur þessa máls og með eftirfarandi bókun. Það er ekki rétt sem kemur fram í minnisblaðinu sem hér liggur fyrir frá skrifstofustjóra að lántakan sé hluti af samhljóða ákvörðun bæjarstjórnar um fjárfestingar ársins 2025 og hvað þá fjármögnun þeirra. Fulltrúar D-listans hafa ítrekað spurt meirihlutann af því hvernig þau hyggist fjármagna þau verkefni sem liggja fyrir, en þá er oftar en ekki verið fátt svör. Þá vöruðu fulltrúar D-listans við frekari lántöku sveitarfélagsins við samþykkt fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 og voru einnig ekki fylgjandi frekari kaupum og félagslegu húsnæði. Einnig þykir fulltrúum D-listans það varhugavert að það þurfi að taka lán fyrir rekstri sveitarfélagsins. Líkt og lesa má úr minnisblaði skrifstofustjóra þar sem rætt er að taka þurfi 395 milljónir króna að láni til endurfjármögnunar afborgana. Þetta er ekkert annað en að taka fyrir rekstri, ekki hlutabókunni, bara viðbútt. Upphaflegt lán sem samþykkt var að taka á bæjarstjórnarfundi í febrúar var einnig fyrir þau mál sem bæjarstjórnar að mestu öll sammála líkt og kemur fram í bókunni með þeirri lántöku. Var lánið tekið til nýrrar viðbyggingar leikskóla, þriðja áfangur grunnskóla, gervigrasvalla fyrir knattspyrnu
og stækkun á íþróttahúsi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu. Það er einnig sérstakt að taka í 50 milljóna króna lán fyrir kaupa á félagslegu húsnæði þegar ekki liggur fyrir kauptilboð í húsnæði. Þá liggur heldur ekki fyrir ný þarfagreining hvort þörf sé fyrir kaupum á félagslegu húsnæði né þá hvaða stærð á húsnæði til. Undir þetta rita Eyþór og Ingibjörg. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Ég er sem óskar hundafólk. Þetta er hlutaleg 1841 og við rjúfum þau er gott að læra. Vel gert.
Þá hefjum við aftur útsendingu og klukkan 18:52 og meirihlutinn með bókun. Lántakan liggur til afgreiðslu í öllum atriðum samhljóða, sameiginlegri ákvörðun allra bæjarstjórnar fjárfestingarverkefni og fjármögnun bæjarins í fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2025. Jafnframt liggur skýrlega fyrir greining og þarfagreining á brýnni þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði í eigu bæjarins í húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar sem var samþykkt samhljóða í janúar 2025 þar sem 20 manns voru skráðir á biðlista. Öll bæjarstjórn hefur samþykkt fjármögnun verkefna yfirstandandi árs á fyrri stigum og hefur fyrirkomulag fjármögnunar bæjarins legið skýrt fyrir frá upphafi með samþykktum allra bæjarfulltrúa. Bæjarfulltrúar sjálfstæðismanna spyrja hvernig fjármögnun bæjarins fyrirhugað og svarið einfaldlega með lántökunni sem fulltrúar sjálfstæðismanna samþykktu sjálf. Og undir þetta ritar meirihluti. Orðið laust, Mjöður. Forseti, langar aftur að koma upp, ég held í fyrstu eftir. Hér talað félagslega leiguíbúðir sem að biðlistinn Hveragerði setur sig upp á móti að vera keyptar. Og mér langar að sýna ykkur tvö annars vegar línureit og hins vegar súlureit. Hérna sjáum við þróun félagslegs leiguhúsnæðis í Hveragerði á hverja 1000 íbúa á tímabilinu 2003–2025. Og þið sjáum að þetta fer alveg niður þá átti Hveragerðisbær eina félagslega íbúð hérna í kringum 2014–16. Og hitt myndir sem ég langar að sýna ykkur, það hvernig við erum í samanburði við önnur sveitarfélög á landinu. Hveragerði, og þetta félagslega íbúðar á hverja 1000 íbúa, Hveragerði rauða línan hér. Þannig að við stöndum okkur afskaplega illa í að sinna þessu lagalega hlutverki. Og við stöndum okkur vel heldur en Seltjarnarnesbær og Garðabær sem að almennt eru talin standa sig afar illa í þessu máli. Þannig að þetta eiginlega skammarlegt að sýna þetta. En eins og kom hérna fram áðan að þá eru 20 á biðlista eftir félagslegu húsnæði. En Sjálfstæðisflokkurinn Hveragerði setur sig upp á móti því að kaupa félagslegt húsnæði og tryggja húsnæðisöryggi fyrir fólk með lágar tekjur. Það er það sem kemur fram hér. Nú, Hveragerði sker sig úr frá öðru sveitarfélögum á landinu og eins og ég kom inn á hér áðan að staðan í Hveragerði eins og lakast á landsvísu. Sem einungis 2,1 íbúð á hverja 1000 íbúa. Sem langt undir landsmeðaltal eins og við sáum það á myndritinu og langt undir sambærilegum sveitarfélögum að stærð. Vil ég það til dæmis nefna Norðurþing, það sem eru 7,1 íbúð á hverja 1000 íbúa og Suðurnesjabæ, það sem eru 6,6. Og þessi staða auðvitað ekki tilviljun og má rekja hana til meðvitaðrar stefnu fyrir meirihluta Sjálfstæðisflokksins. Það sem félagslega íbúðum var fækkað kerfisbundið yfir langt tímabil, þrátt fyrir eftirspurn og lagaskyldu, takk eftir lagaskyldu sveitarfélagsins að tryggja framboð. Og þessi þróun sýnir skýrt hvernig pólitískar ákvarðanir geta haft bein áhrif á húsnæðisöryggi þeirra sem eru tekið með. Og þrátt fyrir að núverandi meirihluti hér í Hveragerði hafi hafið viðsnúning og stefnt að fjölgun íbúða, er ljóst að það er mikið verk framundan en þess að staðan er svo slæm hér í Hveragerði. Og til þess að geta mætt raunverulega þörf og standa undir lagalegri, félagslegri og siðferðislegri skyldu sveitarfélags í þessu. Þannig er staðan hér. Eitt fyrst Ég vil aðeins að bregða eftir þessu. Við erum ekki á móti því að skaffa húsnæði eða hjálpa fólki til að fá húsnæði sem það hefur inn á milli handanna eða lítið á milli handanna. Það er hægt að fara aðra leiðir og það er bara einfaldlega grunnstefna Sjálfstæðisflokksins, Sjálfstæðisfélagsins að stuðla að því að fólk eignist sínar eignir. Þeir sem ekki geta það, þeir fá húsnæðisstyrk. Þeir geta fengið við höfum farið svona leiguleið, tala fyrir leiguleið, gert samkomulag við svona leigufélög að fá hérna lóðir.
Það eru alls konar leiðir aðrar en félagslegt húsnæði. Og þetta hefur náttúrulega búin að rífast í mörg ár, við Njörður og fleiri. Og þarna bara greinir okkur á leiðir, þarna greinir okkur á áherslur. Við viljum styðja við þá sem minna hafa og það er alveg skýrt og við erum ekkert á móti því. En það er hægt að fara aðra leiðir til þess, heldur en að kaupa húsnæði í eigu bæjarins. Takk fyrir þetta, Forseti, já, vissulega er hægt að leigja húsnæði, að bæði leigi húsnæði af einkamarkaði og nota undir félagslegt húsnæði. En það hefur bara aldrei verið gert hér í Hvergisbæ, allavega ekki frá 2006 til dagsins í dag. Þannig að nefna þá leið að það sé leiðin, hún var ekki nýtt í meirihlutatíð Sjálfstæðisflokksins, heldur eingöngu var farið það að fækka félagslegu húsnæði og ekki að mæta þörfinni til dæmis á þennan hátt sem að hér er talað fyrir. Og ég vil nefna að ég er mjög fylgjandi að koma upp meira leiguhúsnæði hjá félögum sem er rekin á hagnaðarsjónum. 10 íbúðir sem var lóðum undir 10 íbúðir sem úthlutað hér fyrir nokkrum árum hjá leigufélaginu Bjargi. Við erum búin að taka ákvörðun að úthluta Bjargi fleiri lóðum hér í Hveragerði og jafnframt byggingafélagi Námsmanna, sem er mjög jákvætt. En þetta er tekjuhópurinn sem er fyrir ofan þá sem að hafa rétt og þurfa á félagslegu leiguhúsnæði sveitarfélagsins á að halda. Þannig að það leysir ekki þessa þörf. Þannig að þetta er alveg, ég er nefnilega svo mikill jafnaðarmaður, ég skil ekki að fólk vilji ekki hjálpa þeim sem að þurfa virkilega á hjálp að halda. Og þetta snýst húsnæðisöryggi. Hér er talað einhverja leigustyrki eða húsnæðisstyrki. Það tryggir ekki húsnæðisöryggi. Það er líka húsnæðisöryggi að geta verið í íbúð og þurfa ekki að fara úr henni þegar leigusalanum dettur í hug. Það snýst þetta líka. Aðeins að bregðast við þessu. Ég tók að skýrt fram að við erum ekkert á móti þessu fólki sem þarf á þessu að halda. Það er að fara aðra leiðir og við erum bara þeirra skoðunar að fara aðra leiðir. En ég spyr líka, þeir eru búin að hafa yfir 3 ár. Hvað eru búin að kaupa margar íbúðir á þessum 3 árum? Hvað eru búin að skaffa mörgum af þessum 20 íbúðir með að leiða þær eitthvað slíkt? Ég kannast ekki að það sem ég er. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Hvað ég svara þessu? Já, Það er spurning. Forseti, Hveragerðisbær hefur keypt eina félagslega íbúð þessu kjörtímabili og hefur keypt einu í ár næsta ári. Þannig að kjörtímabilinu verður 3 íbúðir. Mér telst til að þessu jafnmargar íbúðir og Sjálfstæðisflokkurinn keypti á 16 ára valdatíð sinni. Þannig að ég tel að meðaltalið okkur sé bara býsna gott í því samhengi. En eins og ég nefndi hér áðan, þá er mjög mikil vinna framundan í þessu. Til þess að ná upp því sem að nauðsynlegt er til þess að tryggja fólki sem á þessa þjónustu, á rétt á þessari þjónustu. Og þetta er lagaleg skylda, munið það, þetta er lagaleg skylda. Siðferðisleg. Þannig að það er mikil vinna framundan í okkur að laga þetta. Takk fyrir þetta, Njörður. Og þá ætla ég að leggja til að bæjarstjórn Hvergisbæ samþykki hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól á 445 milljónir, takk fyrir, árið 2025 með þeim lánaskilmálum sem býðst á þeim tíma sem lántaka fer fram. Lántaka getur verið í formi skammtímaláns sem forvera langtímaláns sem og langtímalán í þeim skuldabréfaflokkum sem Lánasjóður býður sveitarfélögum upp á hverju sinni og hefur bæjarstjórnin kynnt sér skilmála skuldabréfaflokkana eins og þeir koma fyrir á heimasíðu Lánasjóðsins, samanber einnig meðfylgjandi minnisblaði skrifstofustjóra. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láni höfuðstól uppgreiðslugjald auk vaxta, drátt og vaxta og kostnaðar standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins og jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Er lánið tekið til kaupa á félagslegu húsnæði og endurfjármögnun afborgana sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt Pétri G. Markan bæjarstjóra kennitala 1602815459 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Hveragerðisbæjar að undirrita lánasamninginn við Lánasjóð sveitarfélaganna, samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talin beiðni útborgun láns. Og þá legg ég þetta undir fundi til samþykktar þeir sem samþykkja gefamerki, þeir sem sitja hjá gefamerki og það er minnihlutinn sem situr hjá og meirihlutinn samþykkir. Þá förum við í lið 8 breytingar á samþykktum stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar nr. 926/2023 vegna heimildar til fullnaðar afgreiðslu mála fyrri umræða. Hér er lögð fram fyrri umræða tillaga að breytingu á samþykktum stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar hvað varðar valdsvið nefnda og heimild til fullnaðar afgreiðslu mála. Orðið laust. En hér er verið að bregðast við því að við breyting á fullnaðar afgreiðslu nefnd og ráða sem kemur til vegna bergrisáns og brunavarna. Orðið er ennþá laust. Ef einhver ber sig hljóst þá bara legg ég til að bæja samþykki tillögu að breytingu á samþykktum stjórn fundarskap Hveragerðisbæjar nr. 926/2023 og vísa til seinni umræðu. Þessi gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við með níundu lið skipan nefndar ráð. Það er kosningi nefndar ráð samkvæmt 48. grein samþykktar stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar. Og það er tillaga að koma fram að eftirfarandi fulltrúi í samráðshóp málefni fatlaðs fólk í stað Berglindar Hauksdóttir, aðalmanns í samráðshópnum kemur Harpa Björnsdóttir og í stað Árna Háfriðs varamanns í samráðshópnum kemur Dagný Sigurbjörnsdóttir. Orðið er laust. Og einhver hver sem hljóst þá legg ég þessa tillögu til samþykktar. Gefa merki sem að samþykkja og það er samþykkt samhljóða. Og þá var 10. liður, síðasti liðurinn hjá okkur í dag. Það er fundadagattal bæjarstjórnar og bæjarráðs fyrir 2025 til 2026. Og það er lagt fram fundadagattal fyrir fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs frá september 2025 fram til loka ágústmánaðar 2026. Þarna er verið að ef ég reifa aðeins, þar erum við að, skal ég eitthvað segja, fundur bæjarráðs sem ætti að vera 2. október 2025 verður færður til miðvikudagsins 1. október 2025 vegna fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna og fundur bæjarráðs sem ætti að vera 1. janúar 2026 og nýársdegi er felldur niður með þeim fyrirvara að hægt verði að boða til fundar ef aðkallandi mál verða á dagskrá. Fundur bæjarráðs sem ætti að vera 2. apríl 2026 og skýrdegi er færður til 1. apríl. Og aukafundur bæjarstjórnar verður haldinn 29. apríl 2026 í tilefni 80 ára afmæli Hveragerðisbæjar. Og svo síðasti bæjarstjórnarfundur á þessu kjörtímabili sem vera ætti 14. maí og uppsetningardegi er farið til 13. maí 2026. Orðið laust. En þá legg ég þetta fundadagattal undir fundi til samþykktar. Þeir gefa merki sem samþykkja og það er samþykkt samhljóða. Þá er ekki fleira sem liggur fyrir fundinum og við slítum útsendingu og lesum upp fundargerð.